Við skulum líta á Jesaja kafla 30 og 3 til að sjá hversu mikilvægt það að halda hátíðirnar. Þegar þú lest vers 20, hvert segir að horfa eigi? Staðurinn þar sem hátíðirnar eru haldnar kallast Síón, það ekki? Líttu á Síón, borg hátíða vorra, augu þín munu sjá Jerúsalem, friðsæl heimkynni, tjaldið sem ekki verður hróflað við, hælum þess aldrei kippt upp og ekkert af stöðum þess slitið. En þar verður hinn voldugi drottinn. Hvar drottinn? Hann í Síón. Síón staðurinn þar sem Guð býr. En þar verður hinn voldugi drottinn með oss, þar sem fljót og breið vatnsföll renna, en engin borðróin skip fara og engin skrautleg skip sigla. Því að drottinn dómari vor, drottinn löggjafi vor, drottinn konungur vor, hann frelsar oss. Hér segir Biblían, hann frelsar oss, sem þýðir að Guð mun bjarga fólkinu sem heldur hátíðirnar, sem hér vísað til sem oss. Vers 23. Stögin slök, halda siglunni ekki í skorðum, þenja ekki seglið. Þá verður miklu herfangi skipt og jafnvel lamaðir taka ránsfeng. Engin borgarbúi mun segja, ég veikur syndir fólksins sem þar býr. Hvar býr þetta fólk? Syndir þeirra sem dvelja í Síón verða fyrirgefnar. Þýðir það ekki fyrirgefningu synda? Biblían segir að náðin hjálpræði og náðin fyrirgefningu synda, sem við getum fengið frá Guði, sé veitt í Síón. Hversu mikilvæg Síón? Hvers konar staður kallaður Síón? Staðurinn þar sem hátíðir eru haldnar heitir Síón. Hver stofnaði Síón? Við skulum skoða Sálmarnir kafli 102. Sálmarnir kafli 102, vers 17. Í Sálmarnir kafli 102, vers 17 segir, því að drottinn byggir upp Síón, hvað mun hann endurbyggja? Hver sá sem endurreisir Síón? Í Biblíunni segir að Guð endurreisir Síón. Hvað þarf þá til að Síón, sem Guð endurreisir, verði stofnuð? Það verða að vera hátíðir og fólk sem heldur þær. Hvað segir Biblían staðinn þar sem fólkið sem heldur hátíðina kemur saman? Það heitir Síón. Því að drottinn byggir upp Síón og birtist í dýrð sinni.